Já, Heimir, markalaust jafntefli niðurstaðan á Samsung-vellinum í kvöld, svona sanngjarn niðurstaða eða hvað? Já, það held ég ekki. Þetta hefur verið sanngjarnt. Samt sem áður fannst mér við vorum með ágætistök á þessu fyrri hálfleik, vandræðin í seinni hálfleik eftir svona 5-6 mínútur í seinni hálfleik voru þau að við mistum þennan leik í transition-leik og Stjörnumennir eru góðir þar og sem er fljóta á leiknum frammi og voru að ógna okkur, en við náðum að laga það og við fannst við svona eiga möguleika. Bjarni átti mjög gott færi í skallafæri í seinni hálfleik og ef það er einhver sem ég vil að fá svona færi þá er það Bjarni fyrir utan Björndanir en eins og ég segi, heilt yfir sanngjarnt. Svona í dag, svona frekar fysikal leikur, svona líkanlegt, svona var það eitthvað sem þú lagðir upp með svona fyrirleik? Nei, ég meina við þurfum alltaf það er alltaf sami fótbolti, þú þarf að vinna þér réttin til að spila og þá þarf að fara að vinna tæklingar og vinna skallaeinvígi og koma sér inn í leikinn og mér fannst við gera það ágætlega. Stjörnumenn eru búin að vera á mikilli siglingu undanfarið. Hvernig leggur maður leik upp á móti liða sem búin að vinna 6 leiki í röð? Já, ég meina við þurftum náttúrulega bara, eins og ég sagt með Stjörnuna, að þeir eru góðir í transition, þeir eru góðir að finna andarrúna sem uppspilspunkt og vinna í kring. Við náðum að leysa það ágætlega. Þeir eru með frábær hornarhlaup og við náðum svona að loka ágætlega á helstu styrkleikana þeirra, en kannski hefðu mátt að vera aðeins kaldara á boltanum. Það var oft meiri tíma á boltanum heldur en við heldum. Já, liðið er í efri hlutanum bara ekki nált falli og svona vonum Evrópusæti er ekki alveg úti en svona kannski ólíklegri en ekki. Það svona, ef við förum í því persónulega, myndirðu vilja halda áfram með þetta lið eða er eitthvað viðræður í gangi með það? Nei, það er ekkert búið að ræða það, en við fórum að stað með vegferð í haust að spila ungu leikmönnum og við höfum gert það og svo erum við konir fram í september og við erum orðnir samkeppnishæfir gegn besta liði landsins. Myndirðu segja að þessi vegferð hafi gengið upp svona heilt yfir? Já, algjörlega. Ég meina það, bara eins og ég sagt áður, að byggja upp 2 lið á 3 árum, það er að mínu mati helvíti gott og eins og við sýndum í dag góða frammistöðu og svo þurfum við bara að halda áfram og sýna góða frammistöðu næst. Næsti leikur gegn Breiðabliki heima, liðið sem þeir eru væntanlega að stela sætin af. Hvernig leggst hann í því? Já, bara vel. Ég meina, eins og allir leikirblikarnir náttúrulega aðeins konum með bakið upp við vegg og þurfa að fara að fá sigra. Þeir eru alltaf að koma sér í Evrópukeppni, þannig að það verður erfiður leikur, en mannavalið á Breiðablik er náttúrulega fáránlega gott. Takk fyrir.